Í framkvæmd Vaðlaheiðarganga var undir kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar. Norskur verktaki hætti við að skila inn tilboði því það varð að vera í íslenskum krónum. Tilboð íslenskra aðalverktaka og svissneska fyrirtækisins Marti var lægst eða 95% af kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar sem hljóðar upp á rúma 9,3 milljarða króna. Hagstæð tilboð voru skilyrði fyrir því að göngin yrðu gerð. Ríkið tryggir fjármögnun þeirra og vonast til að göngin standi svo undir sér og lánunum með veggjöldum. Núna svona næstu dögum munum við bara fara yfir þetta og skoða hvað hefur komið út úr þessu og þá fer að skýrast hvort að þessi byggingu getur orðið eða ekki. Hinn tilboðin 3 sem bárust voru hærri en kostnaðaráætlunin. Fyrirtækin sem standa að 2 þeirra eru íslensk en 3. tilboðið var gert í samstarfi íslensk og tékknesk fyrirtækis. Norska fyrirtækið Leonard Nielsen og Sønner stemdi á að senda inn tilboð í verkið en hætti við. Nei, vi valgte å ikke gi pris på dette prosjektet på grunn av det at byggherren ikke ville la oss gi deler av anbudet i norske kroner. Likeledes så var det veldig vanskelig å få noen banker til å garantere for islandske kroner lengre enn 3 måneder. Og når dette prosjektet er såpass langt som det er, så var det nesten umulig for oss å gå inn på og gi et anbud der oppe på Island. Nielsen vill meina að ef Vegagerðin hefði gefið tilboðsaðilum möguleika á því að skila inn hluta tilboðsins í erlendum gjaldmiðli hefðu þeir fengið mun betri tilboð.